Þú ert að hlusta á Mjólkurhúsið. Samtöl á milli verka. Í þættinum í dag hann Óskar, oftast kendur sem Óskar í Bólholti. Hann ætlar að segja okkur frá því hvernig hann kom hingað austur á Egilsstaði, hvernig öll þessi verkefni byrjuðu til að mynda Bólholt og þau verkefni sem fóru með hann tiltölulega víða land. Ásamt því að segja okkur hvað hann gerir í dag. Velkomin vinnur. Já, takk fyrir það. Hvernig var færðin upp yfir? Ísing og blautt, en ekkert til trafala og alveg ótrúlegt að upplifa svona vetur hér á Héraði sem að minni náttúrulega mest og sérst annarkvort í Reykjavíkurhreppi eða á Suðurnesjum. Já, ég skal alveg taka undir það með þér. Ég nefnilega, við vorum eftir að gera athugasemd við hjónin hérna við hvort annað. Áttökum á því að núna fyrir þessi ármátt semst fyrir upphaf árs 2026 frá hausti kom aldrei snjórínustæki til þess að móka heimreiðina hjá okkur. Þetta er annað veturinn í röð sem að ætla að verða bara kannski 1 eða 2 spýjur og svo bara meira og minna rigning og klakki og Reykjavíkur útgáfa að vera. Já, og svo fáum við austfirska sumarið. Vonandi fáum við aftur annað en sumar, en það var svona alveg í heitasta lagi fyrra. Ég var mjög sáttur við 20-24 en yfir 24 það fyrir að verða svo erfitt að gera eitthvað í svoleiðis hittar. Það er alveg rétt hjá þér. Mér langar að spyrja þig, þú hefur unnið stóra hluta ævinnar við hluti sem fólk tekur helst ekki eftir og þá sérstaklega tekur eftir þegar hlutinni bila. Hvernig kom það eiginlega til? Já, ég er náttúrulega aðfluttur. Ég kem hérna í maí 75, 16 ára gamall, ráðinn í 3 mánuði. Já, hérna Austur og Hérað. Austur og Hérað. Ég er alinn upp á stærstum hluta í Skaftafellssýslu og Tungu. Já, afa mínum og ömmu þar í Svínadal og þetta kom til þannig að það var smá formóla. 74 eftir Hvítasunnu fer ég að heiman. Fer þá í Sigöldu eins og margir ungi menn. eins og margir ungi menn á Suðurlandi. Var þar alveg fram á haust, langt fram á haust og var þar endaði þar haust í smíðaflokki með Páli nokkrum yfirsmið sem að við uppnefndum Palli Stress. og við förum haustið norður í Laxá í Aðaldal að rífa þar íbúðaskála, flytja þá, þeir voru fluttir suður í Sigöldu og reistir þar haustið í vitlausum veðrum, bíl og þvílíku og ég var þarna náttúrulega kornungur og vissi nú ekki mikið til verka í smíði en þótti ágætlega liðtækur handlangari, var þarna kynntist þarna góðum mönnum og ætlaði svo með Palla þessu Stress til Þórshafnar í Færeyjum vorið eftir, því hann hafði fengið það verkefni að byggja upp barnaskólan í Þórshafn. Hann fer í brjóskloss þarna vorið og ég heimsækja hann upp á Landsam og hann segir mér að þetta verkefni sé off því að hann verði ekki vinnufær þetta sumar. Ég verði að finna mér aðra sumarvinn og þá voða gott að þekkja marga og einn sem að ágætur vinur minn benti mér á að það væri verið að reisa hús sem hafði verið rifið þarna samtími. Sigmar Hjelm á Eskifirði var rifismiður þar. Þeir rifu eitt lítið hús þarna á sama tíma og við stóðum í þessu við Laxá í Aðaldal og það var flutt út í Lagarfoss og reist þar. Nú var komið að því að taka það hús niður og flytja það inn á Grenisöldu, inn á Fljótsdalsheiði til að vera aðstöðuhús til að mæla fyrir virkjunar áformum Bessastaðaár á þeim tíma og ég ringi hans að sá sem að hérna ég ætti að tala við héti Ástráður. Ég sann, já, nú náður mér alveg þá til að sagði þetta, er ekki Steinríkur þarna þá líka? Því að þá las maður náttúrulega Ástríksbækurnar. Jú, það þekkir nú flesti, allan á minninginstu þekkir það vel. Já, mér varst þetta alveg fáránlegt og hann sagði nei, hann var alveg mjög alvarleg og sagði nei. Og þannig að ég fer niður á símstöðin á Austurvelli, gömlu, landsímanum og því að þá þetta var nú allt búið svo í fornöld bara þetta hringja langlínu símtal. Jú. Hringdi í húsiðina og spurði til Ástráði. Hann var ekki við en Jóhann Stefánsson frá Merki, Jói Stef, hann var hans hægri hönd og félagi í þessum rekstri og hann svaraði og ég var nú svona eitthvað illa fyrir honum að ég vissi nú kannski eitthvað þessi hús og eitthvað svona, hefði séð þetta áður og það Jói talaði afskaplega hægt og varlega og svaraði nú engum stórirðum. Ég spurði hann svo að því þegar leið langt á símtalið því að talsímakona var alltaf að koma inn á línuna og segja viðtalsspil. Ég var rosalega stressaður á þessu vegna þess að þetta kostaði alveg formu að ringja svona. Ég sagði, ég skýt nú á hann svona og hvenær viltu að ég byrji? Það kemur löng þögn. Ég sagði, ég kalli mig nú, þú búin að klúra þessu.
og varst þú frekur, sko. Svo kemur þetta dásamlega svar. Já, það fer nú flugvél austur í kvöld. Og fórstu það bara samt dagur? Nei, ég fór að hlæja og sagði hann og það gengi náttúrulega aldrei, sko, því að ég þyrfti náttúrulega að ná í dótið mitt, sko, í sveitina og allt svo leiðis. En svo kem ég austur og beint inn í Fljótsdal og við gistum fyrstu nóttina á Skriðuklaustri. Var gisting þar á þeim tíma? Nei, þetta var nú bara skotið í skjólshúsi eitthvað, sko, því að þetta var náttúrulega, sko, Rarik stóð nú fyrir þessum framkvæmdum. Þeir voru með aðstöðu upp í Végarð í Fljótsdal, voru með eldhús og þar og ráðskonu og við vorum svo nestaðir, sko, inn á heiði. Já. Og fyrsti túrin var bara beint borð í snjóbíl, snjótrakk og farið inn eftir að skoða aðstæður. En svo eftir það þá kom Baldur Pálsson frá Albóli á Caterpillar Fjarka sem að Jón átti hérna í Tegaseli. Jón Forstjóri, þess að var nú alltaf kallað í mínir. Og hann dró allt efnið inn eftir á grindarvagni. Það var svona eins og bara heifvagn, flatvagn. Og allt dreigið á snjó, allt efni. Ég enda náttúrulega, það hlánar ekkert hann upp frá fyrir seintur sumar. Nei, þetta náttúrulega vorið 75 eftir þennan gríðarlega snjóa vetur 74 og þá voru, sko, snjóalög hérna voru með því líkum ólíkindum og við fórum slétt yfir Bessastaða í Gljúrinu, sko, bara á snjólofti, alveg langt fram á sumar. Þannig að þetta var mjög mikið ævintýri. En svona byrjaði þetta, Já, og síðan ég var búinn að sækja á Hvanneyri þarna vorið og fekk inni í búfræði og svo þegar þessu verkefni lauk og var komið fram að Verslunarmannahelgi þá náttúrulega var stefnan tekin á Kirkjubæjarklaustur að hitta vini og félaga og skemmta sér. En Ástráður vildi alveg endilega að ég kæmi í verk hjá honum sem að hann var þá með Kjartan í Ingvarsinni. Þeir áttu saman fyrirtæki sem stofnuðu Oddsskarðsgöngin sem að að byggja vegskálana, klára og steypa inn í göngunum og vegskálana báðum megin og ég sann ég gekkst inn á það ef hann tæki mig á samning og en ég færi samt og kláraði Hvanneyri. Við vorum æði stór hópur sem að tekið okkur saman, gathillingar þarna og fórum á Hvanneyri og það varð úr. Að þessi 3 mánaða ráðning, hún var framlengd. Að sjálfsögðu. En hvað séu, þú ert á ráðinn hann og verður lengur. Já. En ferði þá á Hvanneyri? Já, ég fer á Hvanneyri veturinn og útskrifast þar voru 76 búfræðingur og kem þar allra bara beinta austur til að halda áfram námi mín í húsasmiði hjá Ástráði og þessari vinnu. Og niðri í Oddsskarði þessi sumur ég að vinna í forskálunum báðum megin og steypi inn í göngin. Þannig að þau eru opnuð og seinna kláraði ég svo samningin með vinum mínum og félaga Baldri Sigfúsinni frá Krossi sem að hafði líka lært hjá Ástráði og Ástráði var afar magnaður framkvæmdamaður og mikill byggingastjóri en við Baldur stofnuðu svo seinna saman fyrirtæki í byggingabransanum 83. Já, þá hér fyrir austanvæntanlega. Já, og Baldur feikna mikill framkvæmda og byggingamaður, sko, og mikill byggingastjóri og við vorum svo saman, sko, fram að því að 87 þá kaupi ég traktorsgröfu af Heklu. Það voru að koma þá vorið nýjar Caterpillar traktorsgröfur og ég keypti eina svoleiðis og byrjuðum á því að fyrsta svona alvöru verkið í vélaútgerð var að leggja vatnsveitu í Fellahreppi sem að var lögð svo upp einhleypingin og svona þá var vatnsveita í Fellabæ ef ég man rétt sem hét Lindin og Helgi Gíslason á Helgafelli eldri veitin, hann sá það. Þetta var svona fyrsta alvöru verkið og svo náttúrulega var í gangi líka að byggingafyrirtæki okkar Baldurs byggði kennslustofuhúsið við Menntaskólann á Egilsstöðum frá því að Oddureitin á Staffelli kom og ýtti þar ofan á klöppinni þangað til að nemendur og kennarar komu inn og byrjaði að vinna. Þetta var alútboð eitt af þeim fyrstu hér fyrir aust og þar var náttúrulega mikið lóðavinna að gera, sko, lóðina og aðstöðuna og hringtorkið og allt þetta sem að þarna kom. En svo fer þetta út í það að fer í býð í lagningu ljósleiðara þéttbýlin á Austurlandi hjá Pósti og Síma, gamla ríkisfyrirtækinu. Og eftir mikið japl og föður erum við teknir þar mikla naflaskoðun
og byrjum þar og þetta gengur allt svo hratt og var svo mikið að gera að ég ætlaði nú að stofna þarna fyrirtæki vélareksturinn. Vorum bara með þetta fyrst við Baldur inn á byggingaverktaka fyrirtækinu. Það var bara svo mikið að gera, það var ekki fyrir en 89 sem að ég stofna formlega Bólholt. Já, það eins og við komum nú kannski aðeins betur inn á það eftir örskama stund, en nú leikum við algjörlega forunni, þú ferð og hvernig klára það nám, kemur svo eftir austur og ert á nemasamning þá hvað í húsasmiði? Já, ég hús mjög klára það. Já, og klárar námið þá bóklega hlutan? Já, ég klára í iðnskólanum í Reykjavík bóklega hlutan og verklega hlutan það bil helmingin að því hjá Ástráði Magnúsinni og síðan hjá Baldri Sigfúsinni og tek sveinsprófið hjá honum og klára svo og tek svo meistarabrif líka. Já, og árunni nema tímir meir og minn á Austurlandi. Já, hann er alfarið á Austurlandi. Alfarið. Fyrir okkur aðkomuna þá erum við alltaf ánægð með það. En þú myndist á Bólholt og Bólholt, ég skal viðkynna fyrst ég heyrði nafnið á fyrirtækinu þegar þú varst að rekka það. Ég hugsaði vel ekki þýðir þetta. Hvaðan kemur nafn? Þetta er örnefni og það sem ég uppalinn í Svínadal í Skafttungu. Það er holt innan við bæinn sem var allt fullt af gömlum tóftum og þar voru, ég veit ekki hvort það hafi verið fjárgarðar eða leiðigarðar, leifar af því sem voru þarna og þetta var byrjað að rækta þetta eftir að ég komin til vits og ára og þarna satt maður löngum stundu, það var kannski tekin hálfur til 1 hektari á vori með gömlum hávartætara aftan í gömlum B414 International traktor sem ég á í dag og er búin að gera upp. Nú, þú átt hann enn? Já, ég átt hann ekki þá Jón Björnsson, hafa bróður minn átt hann En þarna satt maður í fyrsta og lága og svo 1 sentimeter frá því að oljugjöfum væri alveg í dauðabotni og sílaðist áfram þetta í húslausri vélinni í öllum mögulegu veðrum. En ástæðan fyrir ég valdi Bólholt var það að það var alveg sama hvernig áraði. Alltaf kom besta uppskeran af þessu holt miðað við hektar. Ég myndi ekki kalla þetta hjátrú en þetta er trúin að nafnið gefi góða lukku. Já, þetta er mjög sérstakt nafn og ég vildi alls ekki að þetta glataðist. Því að það eru bara svo mörg örnefni sem að glatast, þetta hefur ekki verið skráð. Ég veit ekki hvort þetta er skráð í örnefnaskrá, ég vona það nú. Það er bara að bæta þig við. Já, en þetta, ég hélt alltaf dálítið upp á þetta út af þessari tengingu. Þessna skýrði ég fyrirtæki þessu sérstakar nafni. Þannig að þú stofnar Bólholt og fær ljósleiðarverkefnið sem er 89 og var það eina verkefni sem byrja með að fóru að gera eitthvað fleira eða? Við náttúrulega myndum, ýmsum meðfram þessu vélavinnu og öðru. Það voru náttúrulega í gangi að þessum tíma á fyrstu árum Bólholts var verið að undirbúa og leggja flugbrautina 9 hérna á Írstaðaflugvelli. Þar var verið að sprengja mikið norður í Höfða fyrir grjóti og þurfti að flytja úr Selhöfðanum í þarna og við fengum ansi mikla vélavinnu fyrir áttum OK beltagröfu sem að þótti bara ágætlega stór þá en þetta er nú svona nánast eins og garðvél í dag, ætla nú ekki verið eitthvað rúm 20 tonn Er það ekki bara kettlingur? Já, þetta er bara kettlingur í dag þetta er hæfilegt í Kálgarði að Baldur Pálsson var verkstjóri hjá mér, þessi sem ég kynntist þarna inn á Fljótsdalsheiði, ég kynntist nú honum og mörgum hérna sem ég held miklu vinskap við en eins og Jónas Þór Jóhansson kendur við Breiðavatn, hann var þarna í vegagerð þeir voru að baslast við að gera Bessastaðabrekkurnar færar og þarna var hann á sínu 3 drifa bíl og náttúrulega óskaplega duglegur bæði bíl og bílstjóri. Þannig að þetta er svona, og síðan syntum við náttúrulega, við sáum að steypa undir allar flugbrauta ljósakollurnar á brautinni þar á meðal og þar var skilyrði plus mínus 3 millimetrar. Já, í Írstaðaflugvelli? Já, plus 3. Og nú þekki maður marga smiði og þegar þið segja margi hverju þegar maður, ég hef oft
verið þessi sko ofur nákvæmi í smíðum. Já, það á að vera 35 millimetrar. 10 millar til eða frá, skiptir engu máli. Þetta og svona, og síðan steiftu við undir líka, það eru niðurfallsrennur í hringnum þarna á flughlaðinu. Já. Steiftum undir það líka, til dæmis. Þetta var mjög skrítið að vera þarna eiginlega í miðju malar, moldar, sandrúum út eftir öllu Egilsstaðanesi að rembast við þetta, en ég náttúrulega hef alltaf verið svo heppinn að það er frábært fólk í kringum mig og í vinnu hjá mig og mákona mín Arna Jóhannsdóttir, hún var verkstjóri þarna yfir þessum flokk sem var þarna, og eini neminn sem ég hef útskrifað sko, Guðmundur Páll Einarsson, hann var þarna líka, og margir fleiri sko, þetta var frábært heimi og tókst ótrúlega vel. Já, en svo náttúrulega með Bólholt, við tölum upphafi þessa ósýnilegu vinnu. Nú, þegar ég kynnist, náttúrulega við kynnist fyrst í Þorrablótsnefnd 2015 og hefum svona stundum eldagrátt Silvi saman síðan þá, og þegar ég kynntist í raunverulega þá fórst að segja mig frá rekstrinum og þið væri mikið með rótþrær og annars slíkt. Tekur það við í beinum framhaldi, eða er þetta bara allt í bland eftir allar steypuvinnu? Nei, sko, það er náttúrulega ljósleira vinnunni líkur, sko, og þá fórum við í svona, við fluttum úr Fellabæ í rúma 5 mánuði, norður á Dalvík, og komum svo aftur tilbaka. Þetta var svona óþarflega kannski löng lykkja á því að flytja yfir göttuna, sko, úr Hamrafellinni í Fellabæ og yfir í Lagafell 10, en það gerist nú samt svoleiðis. Þá fórum við nú svona að hugsa sko hvað væri skynsamlegast að gera, og skrifum niður á fullt A4 blað hugmyndur þjónustu sem vantaði fyrir austan, og við kýldum á 2 atriði, það var dælubíla þjónusta og sólbaðstofa, og opnuðum sólbaðstofu á neðri hæðinni á Lagafelli 10 sem hét Sólspor, og keyptum dælubíl. Það var bara kýlt á þetta tvenn? Já. Ég skafði ekki, ég hafði ekki hugmyndu sólbaðstofun. Hvað gekk það einhvern lengi? Það gekk ég man ekki, þetta gekk alveg ótrúlega vel í nokkur ár, og svo bara var dælubíla að vinna orðin og allt í kringu það orðin svo mikil, og komið 4 börn á heimilið og veit ekki af þessu plássi. Já, skiljanlega. Og hún var seld svo sko. Þeir feðgar á Kvanna og Jón og Arnór áttu þá Valaskjál og keyptu Sólspor. Þeir keyptu það af ykkur? Já. Af því að við þurftum að hreinlega aðeins að rifa seglin. Já, vitaskuld. En þetta var mjög skemmtilegu tími og gekk afskaplega vel. Þetta nefnilega sko, og þú minnist á sólbaðstofuna. Ég hafði náttúrulega heyrt sólbaðstofuna sem var rekin hjá henni, heitur hún aftur, Sigmars Viljánssonar og Já. Og það er náttúrulega, það hefur náttúrulega flætt fjölmiðla náttúrulega mörg ára, það var að koma svona í kjallarann og síðast sem ég heyrði þetta var útvalin hópur sem fekk að fara þar, og svo hafi hún hætt með þetta, og svo á mínu tíma fyrir austan hef ég bara orðið var við eina sólbaðstofu sem var í rekstri. Þannig að ég hef gaman að þetta hefur gert allan að tvís og svona með formlegum hætti. En svo með Bólholt, þú fóst nú svolítið þínar eigin leiðir í þessu, eins og með ökutækin og annað. Varstu ekki að fá þetta beint frá umbúðuninu heima? Nei, sko, á þessum tíma sko var 60% vörugjald. Já. Á dælubíl, og ég var á leiðinu út að ná okkur í dælubíl þegar að ég frétti af einum sem hafði kviknað í hérna heima, og var brunnið ökumannshúsið og svona dálítið hressilega rúmlega það. Og það varð úr að við keyptum hann og gerðum hann upp. Það var fyrst í dælubílinn okkar, og svo við rákum hann í nokkuð mörg ár, svo allir við byrjum þarna, hann kemur austur í desember 94. Já. Þannig að það er eins og þá ertu búin, þannig að byrja kannski þessi ósýnilega vinna. Já, ósýnilega fyrir marga en ekki allar. Nei. En við þjónustum svo svæðið alveg frá á tímabili frá Kópaskeri og suður á Kirkjubæðaklaustur. Það er svona lengstu punktarnir sem við fórum í. Það er ekkert smá þetta. En það var ekki dælubíl að vinna á Kópaskeri eða Kirkjubæðaklaustri heldur götusópar. Þeir komu inn seinna.
sko. Já. En dælubílavinnu syndum við á tímabili alveg frá Rauvar og söður í Skaftafell. Já. Þetta er ekkert smá svæð. Nei, þetta ansi mikil yfirferð sko fyrir daga malbyggs eða klæðningar. Já, þú veist, ef maður gerir sér í hugulanda að það hafi bara verið malarvegur. Það var bara malarvegur og hólur og drullaleið og kost út fyrir þéttbílið. En já, þetta var mikil yfirferð til að komast sko. Já, og hvað, náttúrulega þú hefur vantilega komið með eitthvað starfsfólki vinnu þá. Já. Manstu hvað voru margir svona þeirra mest stóð? Nei, við vorum nú yfirleitt sko 4 til 8 svona ársmenn sko. En svo vorum við upp í 12, kannski mest 16 sko, á sumar álæginu. Þetta var dálítið variandi en svo mest vorum við náttúrulega eftir ég fór að vinna fyrir gatnamálastjóra í Reykjavíkurhreppi eins og ég kalla hann alltaf. Þá fórum við sko byrjuðum þar, það var útboð hjá Reykjavíkurborg á lagnarhreinsunum og niðurfallarhreinsunum og myndunum. 4 ára verkefni. Við byrjum þar í maí 2000 og það vildi nú svo vel til að þá höfðum við látið byggja fyrir okkur bíl út í Finnlandi, dælubíl nýjan og fengum hann afhenta þarna í maí 2000 og hann fór beint í vinnu á göttum Reykjavíkur. Varstu þá bara raunin búin að opna útibúið þá fyrir sunnan? Já, nei, þetta var allt manna hérna, við flugum hérna, þetta var unnið í útöldum. Já. Eins og maður byrjaði á bara þegar maður fór að heiman í Sigöldu. Jú. Og þetta var unnið bara í útöldum og við flugum bara hérna. Það var mest þegar að sko, já, til að gera langarsögu stutta þá endaði þetta útboð náttúrulega búið út aftur og það var sami við okkur aftur. Við vorum í hálft 9. ár að vinna sko fyrst fyrir gatnamálastjóra og síðan hétt þetta orðið Orkuveita. Það nú kannski pínu hér komið að segja það, en ég allan á mínum tíma hér þá ég alveg búin að læra það að þú vilt láta gera eitthvað rétt og sendur ykkur frá Austurlandi í verkið, sama hvað það Við eigum nú sameiginlega vin hérna sem fór nú og feldi skóginn hann við Reykjavíkurflugvellinum árið og það sem ég þótt svo merkilegt að hérna, það voru náttúrulega vissulega eru fyrirtæki hérna í Reykjavík eða höfuðborgarsvæðinu sem geta farið í þetta, en hann bara óði í þetta og fjarlægi timbrið og ekkert vesen og aftur með austur. Já, það var mjög gaman að sjá hvernig Einari Birgir tókst þetta í Öskjuhlíðarverkefninu sem að var eiginlega búið að mikla svo mikið fyrir sér og blása upp í fjölmiðlum að þetta, maður hélt næstu því að þarna myndi koma heil sérsveit með þyrlur og alvæpni til þess að gera þetta og svo var þetta bara unnið mjög skipulega og snirtilega og gekk mjög vel og bara, já, handra brettum til mikil sóma. Algjörlega og þetta er svona dæmi kannski ekki maður sé kannski að lifta Austurlandi eitthvað herri en öðrum fjórðungum en við allan og kunn nú vel flest öll að vanda til verka. Já, við fengum ágætis umsagnir hjá verkkaup okkar í þessari vinnu og þetta var náttúrulega alveg úrvals menn sem að fylgdu mér hérna austan í þetta og það er náttúrulega sumir þeirra voru náttúrulega orðnir vanir sko, Marjana, kona mín sko flutti með okkur þegar vorum í ljósleðarana sko hérna á Austurlandi og við leigðum húsnæði á stöðunum og hérna hún eldaði í okkur og svo var mákona mín Arna, hún var með okkur og kvakkaði í okkur og stökk svo út í skurð og var að leggja strengi með okkur og þetta gekk allt svona. Hlutinni láttir ganga. Já, þetta var mjög skemmtilegu tími og mjög lærdómsríkur en það náttúrulega sko maður gerir ekkit svona einn sko, maður var bara svo heppinn hvað þetta var ofsalega gott og duglegt og skemmtilegt fólk sem kom með mann í þetta sko. En vegna svo minnast á Maríönu konuna hennar, hún ekki tíðan heldur. Nei, hún er Dalvíkingur. Hún er Dalvíkingur. Það kannski útskýrir flutningi norður á Dalvík með Bólholt. Já, þetta var ágætt að pröfa þetta bara og þá var það afgreitt og þurfti ekki að hugsa það meir. Við hafðum meiri taugar austur heldur en norður og tókum bara ákvörðun það að koma aftur austur og sjáum ekki eftir því. En svo við spólum okkur aðeins áfram á þessum, svo kallum við góðæris árum eða ekki, þá selur Bólholt. Já,
Já, og þarna 2005 á náttúrulega þetta náttúrulega sprettur alveg ótrúlega rætt upp eftir að uppbygging byrjar hér fyrir austan líka og við erum þá líka að reka ansi stóra starfstöð í Reykjavíkurhreppi með og það vantaði náttúrulega bara aðeins kannski að létta af sér einhverju og það stofnað fyrirtæki sem að hét Dæling og komu þar inn flottir menn, Víðir og Agnar og samstarfsmaður minn, starfsmaður til 20 ára, Sigurbjörn Eilsson, alltaf kallaði Bjössi hérna svona í okkar tali. Jú. Þetta var stofnað þetta fyrirtæki og ég var smá hlutaði með þeim í þessu og hérna þetta, það var, ég held að sé alveg ótt að segja að það var mjög mikið að gera á þessum tíma. Já, það ekki. En svo náttúrulega því miður að þá öll þessi gjaldeyris fróðu lána vitleysa sko, því miður reið því að fullu sko þarna eftir hruni 2008 og þá var náttúrulega spurning bara sem að maður stóð frammi fyrir hvort maður vildi láta þetta bara allt saman falla í gröf eða hvað en mér fannst það nú svona eiginlega ekki hægt, ekki gagvart hluta starfsmann sem vildi halda áfram eða viðskiptavinna þannig að ég endurreisti þetta bara og tók þetta inn í Bólholt aftur, Bólholt var alltaf til. Þannig að þú selur dælureksturinn þá frá þér? Já, sko þið stofnuð þarna sko þetta fyrirtæki Dælingu og það tekur yfir sko rekstur dælubíla og rekstur dælubíla og eignarhald og götusopa. En ég átti áfram sko, ég var náttúrulega búin að byggja þá daldið af skolphreinsivirkjum. Átti það áfram sko og rak það, því það var allt í útlegu. Já, þú náttúrulega fórst í það líka. Já, hélt áfram í því og hélt áfram uppbygging á því og síðasta sem ég byggi upp stórt svoleiðis tekið í gagnið vorið 2010 og sér Alcoa svæðið og Hafnarsvæðið á Breiðafirði, Mjóeyri á Breiðafirði. Já, en þannig við stöldrum kannski aðeins við hérna þegar þú lætur dælubílaverkefni frá þér, varstu eitthvað innvinklar í það eða bara steikst út úr því? Nei, ég átti eignarhlut í því sko og hérna ég var sko Agnar og þeir tóku við þessu sko alfarið, hann var rekstrastjóri þá, Agnar Sverrisson sko, hann er núna rekstrastjóri Mýrilæn á Seyðisfirði sko og hérna, ég var svona bara, ef það þurfti upplýsingar þá var ég svona á kantinum. Já, bara eitt símtal í burtu? Já, eða einn kaffibolli? Já, ég fór ekki burtu á staðnum. Já, en upplifir þá eitthvað öðruvísi þess að tókst þetta verkefni aftur inn í Bólholt? Þetta voru náttúrulega rosalega skrýtni tímar og við allir sem stóðum í rekstri fyrir og eftir hrun vitum það náttúrulega á eigin skinni hvernig það var sko, og að svo upplifu náttúrulega sýnir manni hversu varnarlaus og rekstraraðilar eru gagnvart ofurvaldi fjármagnseiganda og fjármálastofnana og lögfræði, froðan og allt það, vel ykkur nú að segja bull náttúrulega bara kapli í ritröð, hvernig farið var með rekstur á Íslandi á þessum tíma og hvernig sko fjármagn var sogað í burtu með óskiljanlegum hætti og að það skildi aldrei verið neitt tekið á þessu að einhver járnarúa og gúmihjólum gæti hækkað 250% yfir nótt. Já, ég verði. Já, og jafnborgun og þunga og öllu sko. Þetta er bara efni í allt aðra kategóríu sko. Já, nákvæmlega. En fyrst við erum komin á þennan tíma, við vitum voru áskoranir. Já, mjög mjög. Var einhver sérstök leið sem þú fannst eða til að svona komast gegnum þetta eða var þetta bara eitt dagur einn? Í það ég geti alls ekki farið að ljúga því í þig að ég hafi séð ljósið sko á þessum tíma. Þetta var bara þetta að mér fannst ég svona einhvern veginn ekki geta látið þetta fara bara allt í kalda gröf eins og ég sagði það. Gagnvart því sem ég hafði verið að gera, ég var búin að eyða allt og mörgum árum í þetta til þess að láta það gerast. Þarna voru komin 10-12 ár þegar maður var búin að vera í þessu. Og mér sýndist að sko, ég gerði það svona í haustnum sko, að þetta, ég sagði hann ábyggilega við konuna mína sko, að þetta er svona 3-5 ár í myrkri
þá er þetta nú orðið skárra sko, en þessi 3-5 ár eru náttúrulega 7-10 sko. Góður hlutir gerast hægt stendur einhvers staðar, en svo enda með því að þú selur svo Bólholt, var það ekki hvað 2018? Jó, sko, áramótin 2017-18 þá sel ég Bólholt til Hreinsitækni og þeir kaupa dælubíla, götusópa, reksturinn og hreinsivir og ég fer út úr starfstöðinni í mars 2018. Og hvernig var tilfengin búin að byggja þetta upp síðan 89 með náttúrulega eins í nafni Bólholts? Já. Það var náttúrulega vita væntanlega að þeir myndu breyta nafnið Hreinsitækni og hérna út af því að náttúrulega þú ert ennþá þekktur út í samfélaginu sem sko Óskar Bólholt. Já, sko, þetta var mjög skrítin tilfinning, sko, að vera stigin út úr þessu, sko. En að svona deyfði höggið, sko, að margir ágætir vinir mínir, sko, bæði verkstjórar, útgerðarstjórar og skipstjórar, ringdu í mig, sko, í 2-3 ára og eftir og það var ágætt, sko, það deyfði mikið höggið, sko, maður dætti ekki alveg, maður var ekki sambandslaus samtími, sko. Ef við umheiminn, sko, en það mátti nú alveg breytast í þetta, eins og ég, sko, stundu sagt og að þá ringdi síminn svona á 3-6 mínútna fresti, sko, frá 6-8 mótnana til 10-12 á kvöldin 365 á ári. Þetta eins og allan ég kalla gott, það hefur greinlega eitthvað breyst síminn hefur ekki hringt núna að mér vitandi. Já, hann pípur og pípur. Það bara hljóðið þér af. En þú selur og þá kemur þetta millibilsástand. Það kom ekkert millibilsástand í rauninni ekki þannig, sko. Jú, það var voða gott að þess að það voru þarna 12-18 mánuðir, sko, sem að maður var svona haldið ringlaður, sko, en leið og maður selur að þá stofnum við fyrirtæki sem að heiti Snjóholt. Já, það tekur við bara í beinu framhaldi. Já, það tekur bara við alveg leið, sko. Við héldum fasteignum og vinnuvélarhlutanum og jörðin í Snjóholt og svona sem ekki var selt. Og hvað gerir Snjóholt svona öll í Snjóholt í dag við erum með öll umboðin, sko, fyrir Hreinsvirkinn sem við byrjuðum að byggja þarna 2000. Við keyptum, sko, komum með fyrsta Hreinsvirkið, sko, átti setja niður hausti 99 fyrir neðan Heimatúnið í Fellabæ. En þar neyri í fljóti komum við bara á rennslétta klöpp sem að hefði þá þurft að standa í að sprengja þarna út í fljótinu, sko, þannig að það var hættið það og það var farið með það út í Hvamma í Fellabæ, sko, og þar var sett niður vorið 2000. Þessi aðili er ég með umboð fyrir ennþá og auk þess er ég með, sko, geislunarbúnað bæði fyrir fráveitu og neysluvatnsveitur og hef verið að sinna kúnnum mínum í þessu og það er svona, þetta er búið að misja hvað er mikið að gera í þessu, sko, það er ekki alltaf allt vitlaust en það koma svona mjög stóra skorpur í þessu, sko. Og síðan höfum við séð snjómoksturinn í Fellabæ. Jú, ég kannast vel við það, ég veit ekki hvað svo oft ég hringdi þegar ég var búin að fara nóg og segja, jæja vinnur, er ekki komið tími til að taka eina bunu? Ég held hún ofta svara með að segja, viltu heyri í verkstjórunum á bæ? Já, það er margir í Fellabæ sem að halda að ég stjórni þessu og ráði þessu og fari bara eftir eigin höfði en það er náttúrulega, sko, nú er þetta orðið eitt, sko, nú er þetta bara partur á Egilsstöðum og partur á Múlaþingi og bæjarverkstjórinn á Egilsstöðum, hann stjórnar þessu og segir til hvað á að moka og hvenær. Já, þá kannski erum við það minnst að búin að koma og hreint hér í þessum ágætu þætti. Ég fæ ótrúlegustu símtölum, ég þykir mjög væntu það, sko, ég fæ ótrúlegustu símtölum, sko, hvort það sé ekki örugglega komið að því að eigi að fara að opna hreinsa þessa götu og opna hitt og svona, sko, það er bara heimilislegt. Það er svolítið þessi gamli góði landsbyðar kjarni eða þessi tilfinning. Já, ég bara þekki manni sem er að gera þetta og það heyrir í honum. Það sjálfs, manni sem allan á tækin sem gerir þetta. Já. En þú ert náttúrulega að segja, það var nú svona ekkit mikið eitthvað millibræst ástand eða eitthvað sem breyttist, bara verkefnin tók á sig aðra mynd. Já. Finnst þér vera einhver munur á því að hafa verið í Bólholti og Snjóholti eða er þetta vinna sem er vinna? Já, náttúrulega ofsalegu munur að vera ekki með svo eins og þeir vorum að vinna fyrir gatnamálastjóra og að vinna hérna þegar að, sko, brengingin í uppbyggingunni byrja hérna eftir að ákveðið er að fara í Kárahnjúkavirkjun og uppbyggingu Alko og Reyðarfirði.
að þetta gerist nánast sko, við erum bara rétt aðeins byrjaðir að svona finna okkur í verkefnir fyrir gatnamálastjóra þegar allt komið á fullt hér og þetta voru náttúrulega bæði mannskapur og mörg tæki sem að voru að vinna fyrir sunna og það náttúrulega, þetta skapaði náttúrulega ótrúlega mikið álag og mikla spennu en jafnframt náttúrulega mikla uppbyggingar möguleika á þessum þætti rekstrarins sko. Og síðan bætist við uppbygging hreinsivirkjana hérna á héraði sko. Það náttúrulega hreinsivirki frá okkur inn á Hallormsstað og svo þessi hérna á Egilsstöðum og síðan kemur þetta þarna í restina á Mjóeyjarhöfn á Reyðarfirði. Já, og svo náttúrulega sagðan við frá því daginn að þú varst með verkefni þarna rétt út við Grindavík, eða ekki? Jó, Bláa lónið samdi við mig hreinsivirki fyrir alla starfsemi sína í Svartsengi og það núna á lokametrónum, það verður gangsett núna innan fárra vikna og það hreinsivirki fyrir alla starfsemi þeirra að þeirri stærðagráðu að það hefði geta annað öllum Egilsstöðum. Því að þeir eru með gríðarlega starfsemi því að þetta tekur ekki bara baðlónið, þetta tekur öll hótelin þeirra veitingastaðina, þróunasetrið og fleira. Þetta náttúrulega Bláa lónið ekkert svona lítið og krútlegt eins og var sko í minnaði sko. Nei, þetta mjög metnar umhverfisstefna sem að þeir reka og ég hló nú að því svona á eftir að þeir völdu mig og skrifuðu undir mig að þetta á svona naflaskoðunni sem að fór í gegnum sko þegar Bechtel kemur hérna á framkvæmdatímanum að byggja upp aðstöðuna fyrir Alcoa að þá var það 18 mánaða naflaskoðun og það var alveg sama hjá Bláa lónið. Þeir komu hérna og skoðuðu hvernig hreinsivirki mín voru og svona voru náttúrulega búin að fá öll gögn sko. Svo fóru þeir á sýningar, ég held allan vestræna heiminn og töluðu við marga og heimsóttu marga og komu svo ákvaðu þetta. Og það var sama þegar Alcoa tók við af Beck, þá var önnur svona eins naflaskoðun í gangi. Þannig að hérna, þetta mjög sérstaklega og síðan hérna, þetta verkefni náttúrulega þeirri stærðagráðu að ég á nú ekki vonað að maður verði með mörg svona fleiri verkefni á sínum höndum en þetta virkilega ánægilegt og gaman að starfa fyrir aðila og fyrirtæki sem að hafa þennan metnað að gera hlutina eins vel og hægt er. Já, líka það hlýtur þá bara að segja okkur hversu vel að verkir í staðið svo að þinni hálfu. Þetta sé ekki gert í einhverju hálfkáki. Ég ætla ekki að dæma það. Það verða aðrir að dæma það sko. Já, hlýtur nú ágætis vitnisburður að hafa Bláa lónið, álverið og fleiri stærri aðla svona í kunnahópnum. Í viðskiptavinahópnum, já. Já. Og var svo ánægilegt að Landeldi Samherja út á Reykjanesi, út við Reykjanesvirkjun, skrifaði undir daginn og það komið í gang og svona fyrstu undirbúnings hreinsivirkin þar eru komin í gang. Já, þú ert ekki að fara í burtu það nokkuð? Þú ert ekki að flytjast í burtu það nokkuð? Nei, þessi verkefni suðu frá? Það er samt svona, úr því að minnist á það sko, það er samt svolítið skrítið að í þessum stóru verkefnu sem að maður hefur tekið að sér þarna suðu frá að þá kemur alltaf upp þessi umræða. Það var eins og þeir voru að vinna fyrir gatnamálastjóra. Þá var tala við mig eins og menn gengju bara út frá því sem vísu að ég væri að flytja suður og með allt fyrirtækið. Já, þá sem voru að kaupa á þjónustunni eða heimamenn. Já. Þeir svo að kaupa þjónustuna. Og hérna, þetta gekk svo langt að ég á einum verkfundi þá man ég vel eftir því að ég spurði þá að hvort þeir héldu að ég væri að koma suður og hvort ég hefði eitthvað tíma sagt það í þeirra eyru eða skrifað og hvort þeir hefðu eitthvað fyrir sér í þessu. Því að pressan var orðin þvílík sko. En þá kom nú í ljós að þeir áttu ekkert þetta skriflegt og ég hef aldrei sagt þetta. Þannig að það er hérna, en það er náttúrulega sko markaður fyrir mína starfsemi sko eins og hún í dag. En náttúrulega við getum alveg séð það að við erum með sko, hvað ég var að segja, 2000 til 4000 hérna. En svo ertu með 200.000 þarna. Já, sem Vesturhorninu. Já. Það er stærðamunur á okkur. Það er sko, já og
og hraðin líka, hann á allt öðru tempói. Það alveg horrið hjá þér. Þetta þessi. En að lokum fyrir utan þau verkefni sem þú ert búin að nefna núna, eitthvað sem þú ert í núna? Já. Eitthvað sem þú vilt deila? Nei, ég gerir það ekki fyrir að skrifa undir. Það rétt. En Óskar, takk kærlega fyrir komuna. Það var dásamlegt að heyra þessa sögu hjá þér og bara gangið vel í komandi verkefnum. Takk fyrir mig og gangið líka vel með þetta frumkvæðið þitt í þessu. Þetta skemmtilegt. Takk. Við þökkum Óskari kærlega fyrir komuna. Það alveg magnað að heyra þessa sögur og ekki með dott í huga að það væri svona mörg ævintýr og hvernig fólk heldur að maður bara alltaf flytja ykkur þegar maður stórt verkefni. En hann á hróskili fyrir að halda sig bara heima við. En hann vildi einnig bæta við það sem náttúrulega ekki hægt að ræða allt á svona stuttum tíma í einum hlaðvarpsþætti að ég átti að skila eftir til bændavina hans að hann náttúrulega sinnir að rúlla heyrúlum og túnum og annað slíkt. Þannig að hann hefur greinilega nóg að gera. En við þökkum nú enn og aftur kærlega fyrir að gefa sér tíma og koma hérna á milli verka og meðan síminn hringdi lon og don. Þessi þáttur unnin í samstarfi við Austurfrétt og við þökkum þeim kærlega fyrir stuðninginn. En þangað til næst, takk fyrir að hlusta.